sportþátturinn með ykkur hérna á þessu mánudagskvöldi klukkan orðin, já, 9:10 og ég verð hérna til 10:30 þegar það svona mikið að taka í sportinu endan í kominu frí, það fylgir því bara. Nú enski boltinn fór af stað helgina að ykkur viti og fyrsta umferðin búin og við erum komið með að sjálfsögðu, ég trú ekki ég sé að kalla hann knattspyrnuspeking þar sem hann United að, nei ég segi svona grín. Blessaður Ragnar. Nei. Þetta var ekkert fyndið eða? Jú, þetta var bara gott í þess. Já, nákvæmlega. Herðu, vertu velkomin, það langt síðan við heyrðumst síðast. Það ára dagar síðan maður. Já, og þú ert náttúrulega ennþá Valsmaður? Jú. Já. Áaldraður. Þannig að ég hitti kannski illa á þig eftir leik kvöldsins? Nei, þetta í blíð og stríð, það maður ekki að vinna allan leikir. Nei, ok. Taka bara þessa púka í svart og hvíta næstu helgi svo tústuðu vist sveitamaðurinn. Já, og það er hérna bara úrslita leikur hjá Valsmönnum næstu helgi? Já. Og hvernig leggst sá leikur í þig? Valur KR? Ég veit það ekki að nú, hreinlega þér. Ég held að Valur KR úrslita leikur í bikar, það þarf ekkert mikið að tjúna með nefnir fyrir það held ég. Nei, nákvæmlega. Það segir sér svolítið bara sjálf sko, að þannig leikur þessi lið, ég meina, þetta er ekki gefinsind held ég. Svona áður en að, já, við förum að spjalla enska boltan, þá ætla ég aðeins að kynna þig, þú ert hérna, já, hvað, ert þú líka hrunamaður eða? Tengsli þín við Suðurlandið? Unnustan á ættingja í Hrunamannarhreppi á bænum Skipholti í Hrunamannarhreppi og ég hef tenginga þarinn þannig að það er fljótt heima alltaf gott að koma þangað, það er bara þannig. Já, nákvæmlega. En enski boltinn hófst helgina og hvernig svona leggst þessi leiktíð í því svona með hvernig sumarglugginn var og svona upphitunin fyrir deildina? Og ég á enn eftir að sjá að mínir menn bæti eitthvað við sig, ég er ekki samfærður ennþá. En það er búið að auka þetta jafnvægi sem átti að vera í liðinu, en það þarf að bæta í vörðina og það þarf að bæta í sóknina myndi ég halda. Já. Þessi tveir menn menntalega sem menntalega fyrir að koma, það eru menntalega annars vegar varnarmaður og sóknarmaður myndi ég halda. Það er bara þannig. Til þess að þá að Manchester United gætu orðið Englandsmeistarar? Já, bæði mögulega meistarar að berjast þá fremur og eins að gera eitthvað í meistaradeildinni. Ég held að við erum ekki að fara að gera allir á stóru liðunum með fullari vinningu með Blind og Smalling þó þessi ágæti fótboltamenn. Það var svona víritt típu eða einhvern sem bara ríkur áfram og einhvern veginn tói í vörðina og náttúrulega við erum ekki að vera stóla og vinna hún í alla leiktíðan og ég trúi ekki að það komið sóknarmaður. Það er bara byrjuslega ef það kemur enginn. En svona með hvernig sumarglugginn var, er eitthvað lið sem að þú sérð svona að fara að koma óvænt með við síðustu leiktíð? Þetta er svona alveg strax ekki sko, nei, ekki alveg strax sko, það er svona sýttin ætla búið að bæta við sér tveimur sterkum englendingum og það er ekkert eitthvað sem maður hefur alveg bara sko, Liverpool er ekki búið að bæta einhvern heimsklassaleikunum þessi dæmis með fullri vinningu, þeir eru búin að styrkja liðið og allt það en þeir þurftu ekki að gera það, þannig að ég held að þetta verði verið jaft ef eitthvað sko, mér finnst Chelsea þeir hafa ekki bætt mikið við sig þannig að þetta verður bara vonandi verið jaft og skemmtilegt. Okay. En já, svona ef við förum yfir, nú er náttúrulega bara enski boltinn farinn af stað og já, er eitthvað lið svona náttúrulega í fyrra þá var þetta nú ósköp lítið spennandi hverjir eru þau Englandsmeistarar? Býstum við svona skemmtilegri tímabil núna upp á það hverjir eru þau Englandsmeistarar sjálfur? Það er náttúrulega rosalega erfitt að segja núna, það náttúrulega var ég til dæmis, ég hef nú 2 til Vestham og ég var rosalega hissað að sjá Arsenal að spila eins og þið gerðu í gær, alveg svakalega og ég bjóst við þeim sterkari
Ég bjóst við mínum mönnum sterkari heldur en í þessum æfingarleika út í Tottenham, þó hann hafi verið, þess mér fannst ekkert verið eitthvað frábærir, langt í frá. Og Chelsea var ekki samfærandi vaksnir. Ég það er rosalega erfitt að spá með það núna, en þetta held ég verða 3 óvandi 4 lið í baráttunni bikarinn. Svo það er rosalega erfitt að segja að fyrir það eftir líka nú deildin að byrja fyrir út af EM á næsta ári og liðin eftir að breytast núna bara fram út þennan mánuð. Þannig ég held að við ættum frekar að taka þessa umræðu eða þetta ringi við frekar bara fyrstu umferðin eftir septembergluggan eftir hann lokar og þá getum við held ég rætt saman þegar maður sér að einmitt hverju búin að bæta við sig, hverju búin að byrja út af kappi. Þá held ég hægt að taka þessu umræðu eitthvað veit, en núna gætu við alveg svolítið eftir þetta kínversku að kemur ég að vita út við En það er kannski, eins og þú sagðir með West Ham að þeir náttúrulega byrja tímabili vel og svo náttúrulega bætaði við sig jafnvel í dag að Joey Barton töffarinn, vinnur hans koma Ben. Ég las þá hlórendar en það sem að West Ham hefur gert sem ég er eiginlega ánægður með er þeir fengu gamla hetju til að stýra liðinu og svo einhver enn eldri hetju Lisbon það tekur á það 2 börn þeir fengu góða menn hann í sjálfarlegi hjá sér það sem hann spýta í lóana og svo veði keypt þarna sterkan hafsett og bætti við svona miðjuna og allir fengi svona smá sprautu þannig að þeir gætu orðið skeina eftir að þeir halda sínum sterkustu bönnum heilum aldrei að veita þeir gætu verið spútninglega, maður veit ekki en svona er þetta veistu hvað ég er að sjá núna ég er svona sína ógeðslegu svartkvítum en 2 mörgum á Fylki hann ætlaði að setja banna á svona myndefni. Já, KR-ingar vinna eða ekki Fylki í kvöld bara á loka mínútum? Jú, bókstaflega, óumvandi. Þetta er erfitt að vera valsari eða ekki og horfa á þessa KR-inga? Já, það verður að finna að lifa þessu. Nei, ég má ekki segja þetta. Herðu, en... Jú, þetta er svona. Já, en förum aðeins yfir til Íslands svona, hvernig hefur þið samt fundið svona þínu menn í val spila? Þeir eru þarna í toppbaráttunni? Já, þeir hanga á 4. sætinu á markatölu, búin að tapa 3 leikjum í röð núna, búin að spila 3 leiki illa, 4 eiginlega með byggarnum, en svona kallmatch, en við skulum eins og svo ég vitni nú í meistara Ólaf Jóhannesson blika, við skulum telja upp úr pókanum þegar allir mikil hefur spilaðar var öll kurlur komið ykkur hans. Já, Ragnar Vignir, venju þá þakka kærlega fyrir spjalli og við höfum eftir að heyrast oftar á þessari leiktíð. Já, við þurfum bara Þú férst nú frið frá mér í fyrra, aðalega bara út af því hvernig gekk. Ég held að það væri bara lífið var orðið gott aftur, svo ringir þú og nei, ég segi svona. Hefum eftir mánuð þegar tökum þá bara góða klukkutíma djúri umræðu þegar leikmannaglugginni lokaður og aðeins var að hittast á. Þá tökum við skallið. Já, við endum þetta spjalla á Glory Man United. Það þýðir ekkert að hafa spilað valsaralagið núna eftir þannig leik í kvöld. Næstu kvöldi, þetta er helt það. Bestu þakkir. Já, fara ekki langt hlusti góður hér eftir smá stund þá ætlum við að fara í torfæruna. Það er Magnús Sigurðsson sem verður á línuna sem vann torfærunum helgin á Akureyri. Þvílík veisla sem var þar.